Komið þið sæl. Það var róleita veður á landinu í dag og tiltölulega bjart nokkuð víða hér sunnanvert landið. Og það er nú ekki svo að það verði þetta róleita veður hjá okkur á morgun þegar við sjáum hér koma inn á kortið úr suðvestri leifarnar af fellibylnum Dorian. En það er nú mikið til allur máttur úr þeim fellibyl eða leifum þess og í rauninni bara ræða svona tiltölulega hefðbundna lægð hvað okkur varðar á þessum ástíma. En það er þó nokkur hiti og raki sem að fylgir þessu, en sá hiti og raki fer að mestu leyti hér til austurs fyrir sunnan land og við sjáum það betur á hitasviðinu að þó vissulega línan hjá okkur að þá fer nú svona þessi dimmrauði litur að hann fer að mestu leyti hér til austurs og mun örugglega rigna mjög svo hressilega í Færeyjum og á norðanverðu Bretlandseyjum á morgun. En lítum á þá stöðuna á suðvesturhorninu. Það er viðbúið að skýlin verði komin hér upp að suðurströndinni í fyrramálið og skýlin ganga hægt en örugglega norður yfir og getur reynt dá vel úr þeim þegar það fara yfir og einnig verður austanáttin nokkuð snörp á undan skýlunum. Þetta er víða 13 til 16-17 metrar á sekúndu, en þegar þau eru komin, þegar þau fara hjá og þá dregur mikið úr vindi, þó vissulega verði skýjað áfram og eitthvað getur nú verið svona slitrótta rigningu allan að fram á kvöldið mista. Áttin verður norðlægari annað kvöld og þá svona dregur nú úr úrkomunni, en á norðvesturhorninu þar verður hins vegar þurrt að mestu leyti í fyrramálið, en skýlin eru síðan upp úr hádegi að síga inn á það svæði, byrjar að rigna upp úr hádegi við Breiðafjörðinn og sums staðar á Norðurlandi einnig og seinna meir þá færist þetta norður eftir á svæðinu og það sama sagan þar, stíf austan eða norðaustanátt og síðan smá saman annað kvöld og þá verður áttin norðlæg, þá dregur nú mikið til úrkomu nema á ströndum og þar heldur áfram að rigna nokkuð duglega. Og þurft væntanlega einnig þá á norðausturhorninu í fyrramálið en fer síðan að rigna eftir hádegið, ekki svo sem mikil úrkoma sem verður þar, en það verður nú svona nokkuð jafnt og þétt frá því að hefst að rigna og fram eftir kvöldi. Og strekkingsvindur með ströndinni en svona 5-10 metrar á sekúndu í innsveitum. Það mun rigna mest úr þessum skýlum þegar þau komið inn þá á Suðausturlandi og seinna meir á Austfjörðum. Og sjáum það hér að það eru dágóður úrkomuflekkur sem er klukkan 15 á Suðausturlandi og samaskapi nokkuð stífu vindur, en svona upp úr þessu þá fyrir nú að draga bæði vel úr vindhraða og seinna meir úr úrkomunni. En sér lítum þá á þróunina þá næstu daga og eins og sagði hann fer að halla sér í norðanátt annað kvöld og það verður að mestu leyti norðlæg átt hjá okkur þá á miðvikudaginn. Svona kannski heldur vestlægri hér sunnan til, það er lægðadragi yfir landinu sem gerir það að verkum að það er víða nokkuð skýjað og er á vænta ýmist rigningu eða skúra norðan og vestanvert landið, en það sker sér dálítið úr hvað suðvesturhornið þar verður sennilega bjartast og hlýjast þennan daginn, geti farið þetta 14-15 stig, en annars er þetta nú svona í kringum 10 stigin og jafnvel enn lægra þá landið norðanvert. Og á fimmtudaginn og þá kemur ný svona lægð, smálægð hér upp að landi. Það er viðbúið að verði skýjað að mestu leyti á landinu. Áttin verður svona vestlægri heilt yfir og getur gengið á með skúrum hér landið sunnan og vestanvert. Einhver úrkomu gæta hér austanlands fyrir hluta dags hið minnsta og síðan er útlitið kannski fyrir föstudaginn svona nokkuð svipað, það verður vestlæg átt og hún verður svona til þess að gera róleg nema kannski strekkingssinna vindur með suðausturströndinni og skúraleðingar vestanvert land, en von til þess að það veri tiltölulega bjart og milt á austurhluta landsins. En það er sem sé verið rólegt hjá okkur í dag, en á morgun þá hvessir af austri og skýl koma upp á landinu. Viðbúið muni rigna í flestum landstöðum og getur rignt á köflum nokkuð duglega úr þessu skýlum þegar ganga norður yfir landið. En við skulum segja þetta gott í bili. Verið sæl.